Góðan daginn og velkomin í 28. þáttinn minn hérna á YouTube-brásinni minni. Ég heiti Helga og ég er handavinn og óð. Í dag er mánudagsmorgunin 30. apríl 2018 og eins og alltaf oftast þá er ég inn í handavinnuherberginu mínu hér á Akranesi þar sem ég býð með mannunum mínum. Við eigum 3 uppkomnar dætur og 3 barnabörn, þannig að maður er bara komin á þann stað í lífinu. Nú fyrir, býð ykkur öll hjartanlega velkomin, gömul og ný, og fyrir ykkur sem að þekkið til umhverfisins míns, þá sjáu þið að ég er aðeins öðruvísi uppstillt, en það fylgir því oft að ég fæ uppfittunaræði að þá þarf ég líka að græja allt hér inn í leiðinni, þannig að hér voru færð til húsgögn og svona, afsakið að kvefi mér að hérna, þá kom ég inn með þennan gula skáp hérna undir peysurnar mínar af því það var bara allt og þröngt þær inn í fattskápnum okkar, þannig að þær eru bara komnar með hillu fyrir sig. Nú, það er mjög viðeigandi að vera að kvefast af því að það er snjókoma úti. Bara hver datt af hausinn hann uppi, sko. Ég held að þetta væri búið. Nú, mig er að finna á Instagram sem Helga A71, á Ravelli sem Helga AR og síðan er ég með like-síðu á Facebook, verkefnatöskur Helgu, þar sem ég sél svona handavinnar töskur sem ég geri sjálf. Og ég set þessar upplýsingar hérna á skjáinn og niður í boxi hér fyrir neðan eins og alltaf. Nú ef þið viljið fylgjast með mér og fá tilkynningu þegar ég set eitthvað nýtt inn á rásina, þá er bara best að fara hérna í boxi fyrir neðan og velja í áskrift og svo er hægt að haka við bjöllu þar sem er þar við hliðina og þá færðu hérna tilkynningu líka í tölvupósti þegar það kemur eitthvað nýtt inn á þessa rás hjá mér. Nú, og við erum með kaffi henni í Múmín í dag. Klukkan er að ganga, hún er bara 9 og ég er búin að fara í leikskóla skutli, þannig að ég ákvað að taka ekkert upp fyrir en að það væri búið. Það er búið, þannig að það er ekkert eftir neinu að bíða og í dag ætla ég að fara í klárin, verkin í vinnslu, hvað er á döfinni og hvað datt í pokann. Klárin byrja á því sem er alveg klárað og bíður bara þess að þessi þáttur klárist svo að hluturinn geti farið til eigandans, en þeir sem að elta mig á Instagram eru búin að sjá þetta, en það er hérna kjóllinn hennar Hrafntinu. Hann er hérna, heitir Laufey og er á Ravelli og er eftir hana Björgu sem að gerði kápuna fallegu sem að ég er líka búin að gera sýnt ykkur hérna í einum af fyrstu þáttunum, einmitt úr svona fjólblá lanett, en þetta er Baby Mirno frá Drops. Nú man ég ekki litanúmerið á honum, en þetta er held ég hans kallaður eitthvað lavander eða eitthvað svoleiðis á Gard Studio síðunni. Og það var ótrúlega gaman að gera hann og það var milli 40-50 endar sem maður þarf að ganga frá, þannig að ef það er ekki eitthvað sem heillar þig þá af því að laufin hérna niður eru 10 í hennar stærð og það eru 2 endar í frágang á hverju einu þeirra af því að þau eru gerð hvert fyrir sig og sett svo saman upp á prjónu saman og síðan eru 4 og 4 lauf og þar eru sem sagt 16 endar og síðan alltaf bara endarnir þar sem að þurfti að setja nýja dokku og svoleiðis. En það vill til að mér finnst þetta svo mikið hlutur af því að klára verkefni að ganga frá endanum, þannig að ég læt það ekkert bögga mig neitt. En ég gerði þess að tekja til 3 ára stærðina
hann nú svolítið, sko, hann alltaf Merino bara þannig og Garri gert að það tognar á því og þannig að hann vel við vöxt. Það er líka allt í lagi, það hún á eftir að þá bara geta nýtt hann vel. Og uppskriftin æðisleg, hún Björg skrifar þetta rosalega vel en hún skrifar þetta ekki fyrir óvana, þannig að maður svona þarf að fatta svolítið hvað gerist næst. Já, og ég bara skolaði þvoðan, lagði hann til og svo þegar hann var orðinn þurr þá pressaði ég hann með bara gömlu góðu aðferðinni með blitt, bara viskastykki og setti á endana á laufunum öllum og pressaði það þannig að þau eru flöt og falleg og halda sér. Þannig að þetta verður afhent í næst ég hitti Hrafntinnu. Hún fær þetta. Nú síðan kláraði ég Gramps peysu. Hún samt ekki alveg 100% klára því það vantar tölurnar. Ég var bara að finna þær. Ég hugsi ég eigi þær en ef ekki þá fer ég bara niður í snotur og eftir. Gramps eftir Tin Can Knits á Ravelry sem að gerir svo frábærar uppskriftir. Það alltaf oftast það bara frá litlum börnum og upp í risastórt fólk. Og hún svona, það eiga að vera svona litlir vasar og bót. Ég ekki alveg búin að ákveða hvort ég gera það því að þetta svo þungt gatn og ég svo hrædd að vera bara of þungt fyrir lítinn kropp að vera í ef ég bæti eitthvað meira á það. En hann Ernir nýorðinn 1 árs þannig að þetta 1 til 2 ára stærðin og þetta Casket 220 eða 220 sem til í handprjón í Hafnarfirði. Keypti þetta þar daginn. Og já, eins og ég segi, þá bara eftir að setja tölurnar og þá hún tilbúin og hún var mjög fljót gerð því ég byrjaði á henni held ég á föstudaginn og kláraði henni í gær á samt öðru. Af því þetta náttúrulega prjónað á 4,5 mm nema stroffið á 4, allavega fyrir þessa gattegund. Og þannig að það ekkert brjálæðislega margar umferðir hérna í henni. Þannig að litli kúturinn, eða miðju barnabarnið fær þetta vonandi fljótlega. Síðan gerði ég 2 svona bönd fyrir eldri stelpuna. Ég var að klára þessi gær og hún var þotn í nótt, þannig að það ennþá endarnir inni sem ég átti að klippa. Og ég átti að setja dúska á, þessum þessi langi spotti ennþá. Ég gerði þessi hvítt fyrir Hrafntinnu og grátt fyrir vinkonu hennar og þetta bara 2-falt Baby Merino á prjóna nr. 4. Bara bulla þetta, ég fytti upp á 20 lykkjum með gatni 2-falt, prjónaði 75 garða, prjónaði náttúrulega aldrei fyrstu lykkjuna, tók hana bara óprjónað af. Og síðan þegar ég saumaði þetta saman þá rykki ég bara til þess að fá lagið á þetta. Ég ætla að reyna að sýna ykkur með dúsk, en við erum að bíða eftir minni dúskum. Þannig að það verður ekki eins þungir en það að koma dúskar framan á. Sem að vera settir og þá annarkvort tekið mynd ef ég þarf að afhenda strax eða þá að ég sýni það þegar að dúskan komin og ég búin að setja á og og hef tökkaði að vera ennþá með þetta áður en þetta fer til Hrafntinnu og vinkonu hennar. Nú svo með peysuna þessa litlu Gramps, ég ætla svo að fitja upp á í 0 til 6 mánaða stærðin á fyrir Hilmi Þór og það verður bara örugglega fljótgert af því að þetta eins og ég segi, þar eru ennþá færri umferðir og þetta bara mjög góð uppskrift eins og alltaf hjá Tin Can Knits. Eða þær kunni þetta alveg þar. Ef maður getur spreytað sig á prjóna enskunni þá það bara alveg brilljant uppskriftir. Og þetta sem klárin. Þetta allt baby klár.
en uppfittin þau, já, ég fer í þau eða það sem er á döfinni. En það sem er í vinnslu núna er hérna húfan. Ég er að klára síðustu munstur endurtekninguna á þessari og síðan fer ég í að búa til kollinn og hérna láta hana þorna, þannig að þá blómstrar þetta allt mikið betur. Og þá sýni ég ykkur hann alltaf þannig tilbúin og þetta er, setti ég ekki uppskriftina? Jú, hérna, Flashpoint eftir Elmer Galam og hún er frí á rafeðli. Hún er svona Flashpoint og bara skrifuð setningu fyrir setningu, þannig að hún er mjög góð svona fyrir þann sem hefur kannski prjónað svona tvöfalt klukkuprjónin langar að fara í eitthvað aðeins flóknara og þá er það bara, og það er góðar útskýringar með þessu allt. Þannig að svona finnst mér skemmtilegast að nota handlitað garnið mitt í svona tvöfaldu klukkuprjóni. Mér finnst að njóta sín svo vel að vera með eitthvað grunnlit og svo sæst þetta handlitað ofan á. Og ég er með handlitað tvöfalt og hérna grunninn einfaldan af því það er munur á grófleikunum. Þetta bláa er Smart númer 5936 sem er bara dökkblár, en þetta handlitað er bara hvítt sísú sem ég handlitaði og er náttúrulega fínna, þannig að ég er með það tvöfalt. Þannig að þetta verður nú örugglega klár í næsta þætti. Ég ætla að klára þetta í gær en ég réðist á þetta herbyggi í staðinn. En það var líka fínt, þá vor eða vetrar, ég veit ekki, einhverju hengjarnungu lokið, ég veit ekki alveg, þú veist, hvað ástíð er í hérna úti í augnablikinu. Afsakið. Síðan er það hérna pom-pom peysan sem ég er búin að tala svo brjálæðislega mikið um. Loksins komst ég að stað í henni. Ég byrjaði á henni upp á nýtt af því ég var með tréprjóna og ég bara fílaði það ekki með þessu garni því það er svolítið stíft. Þetta er hérna Rauma Fínúl Garn úr Ömmu Mús sem ég keypti á útsölum daginn. Þeir er eitthvað að markaðssetja þetta garn upp á nýtt, þannig ég held að það heiti eitthvað annað í dag. En þetta er sem sagt hérna, ég er búin með munsturbökkinn og bara eftir að klára einhverja tvær hérna laxableikar fyrir neðan og síðan, nei, núna held ég bara afsakið, okay. Jú, nú er það bara laxableikt niður úr alveg eins og hérna, ég veit ekki hvað, og leið og ég verð búin að taka úr fyrir ermunum og gera það klart og þá er þetta bara orðið nánast blind prjón þangað til að hérna búkurinn er búinn og ég sjálfsagt gera ermanna fljótlega eftir að ég skila að mest ágætt að ljúka þeim og þetta kræin brýst svona niður þannig að kemur svona laxableikt hérna eftir á það og hérna, og það er svona styttar umferðir í bakinu til þess að hækka það og hérna, já, ég er bara mjög spennt fyrir þessu og langar að reyna að vera búin með þetta fljótlega því að ég sé þetta alveg í anda í útilegunum að geta verið í svona sætri peysu en verið hlýtt og þetta hérna er handavinnbóki sem að mamma mín gerði fyrir mörgum árum og fínt undir svona peysur og ekkert mála að setja upp á hérna öxlina. Nú, það er svolítið ekkert að frétta af hinni gráu Hóhi Locatelli peysunni Kaðla. Ég er bara ekkert búin að vinna í henni, þannig ég er ekkert að sýna ykkur hana. Ég er búin að vinna aðeins í sjalinu, hans Stevens West, þannig Vertices Unite. Ég nota það er svona út í æprjónu mitt í augnablikinu, ég er ennþá í fyrsta partinum
ég ætla að gera stærðina, ég er búin að ákveða það og þetta er alveg æði. Það geyma bara prjónana hérna inni og engin slasast. Þannig að það er bara hérna þá. Ef þið viljið vita eitthvað meira um það, þá er ég búin að tala um það bara mjög mikið í síðustu þáttum. Það er ekki að eyða ómiklu tíma það. Næst eru það sokkar á okkur. Ég tók smá uppfittunaræði í gær og þá er ég bara að koma verkefninu rétt af stað. Það er varla hægt að segja að sé eitthvað að sjá. En þetta er sem sagt fyrir okkur hjónin og ég ætla að gera svona túpu eins og ég gerði spánarsokkana þar sem ég byrja bara á brugningu eða prjóna túpu og svona þangað til að líta eftir gatinu og gera brugningu þá hinum megin ári ég fell af og setja svo tanna og hælinn í eftir á og þetta er step 6 sem þetta er DK-þykkt. Þetta er 150 grama dokka, 375 metrar á dokkunni og gefa upp fyrir prjónastærð 3-4. Ég er að nota 3 af því ég kláða mínu sokka þétta og ég prjóna fast þannig eða svona ég er fann að linast aðeins. Ég prjóna ekki eins fast og ég gerði sem er mjög gott fyrir puttanum mínir eru þakkláttir. Bleikagatnið er litur 0678 og þetta er bara hennar jójóba og aloe vera dýrðin í þessu og blái er 0682. Sýn ykkur hérna. Svona lítið fær út. Þannig að þetta kom í gang. Já, og eins og hvað var þetta? Já, þetta er peysbókan. Sko þetta ganga verið á svo rétt að stað. Já, eins og þú segir á hæja 30 mm. Peysan sem ég er að prjóna á mig þarna sem ég glemdi að segja ykkur að ég er að nota 4 mm í aðal hlutin og hérna 3,5 í brugninguna. Og þetta er hérna í bók eftir mig, þetta er svona protótýpa eða svoleiðis, ég gerði svo einn annan sem ég gaf í Svöl 7 síðasta samprjónu og sá póki er komin til nýs eiganda. Ég setja hérna þessu prjónarnir, glemt að setja það niður með peysunni. Svona. Hvað eru við meira? Já, svo fitjaði ég upp á. Ég náttúrulega ákvað núna að leyfa mér að fá mér hérna smá af þessum. Fekk mér þennan hérna. Ég tek þessa ef ég sé að eitthvað klikk, þá tek ég þá póka bara og þeir verða mínir. En ég fitjaði upp á Kaluna sokkunum eftir Soprano Knits til á Ravelli. Mér finnst það algjört æði. Hlakkar rosalega til að hérna komast í munstrið. En ég er bara rétt búin að fitja upp á þeim á 2,25 mm hæja sjarp, 80 cm langa prjóna. Báði í einu og þetta er bara handlita sokkagat by me. Handlitað af Helgu. Hér er hluti af uppskriftinni af reóvettlingunum hennar Guðlaugar sem ég pröfuprjónaði. Það er eitthvað dvælst þarna ofan í. Þannig að já, ég fitjaði upp á þessum í gær. Hlakka til að halda áfram þá. Og hér eru grifflurnar sem að ég gerði svona sýndi ykkur daginn. Sýndi hérna. Þetta er grifflurnar sem ég er að gera. Ég er búin að gera eitt svona par og ég ímynda mér að þetta sé æðislegt svona í ferðalögin. Ég er að gera það úr garninu frá henni Amy í Stranded Dye Works. Ég er
búin að gera húfu úr garninu. Og svo ef það verður afgangur, þá ætla ég að gera svona hálskræði. Ég ætla að sýna ykkur, ég er að fara að gera nokkra svoleiðis. Ég sýna ykkur það eftir og þá ætla ég að nota bara hvítan lit með þessu og nýta restina í hálskræða. Þá er ég komin svolítið cute set. Og þetta er 2,75 mm prjónar hæja sem ég keypti í handverks kunst í Árbæ. Það er ekki rétt. Þetta. Stranded Dyeworks Oasis sem er 75% Superwash Merino og 25% nylon og liturinn heitir Flamingo Legs. Og hérna, þetta fytti ég upp á í gær og bæði þetta og hinni sokkarnir sem ég var að sýna ykkur er með svona snúnum lykkjum í brugningunni. Þess að fyrir maður aftan í hérna bandið á sléttulykkjunni. Þannig að kemur svona tvist í það og það er pínu tímafrekara. En það er rosalega fallegt, þannig að ég legg það alveg á mig stundum. Það borgar sig að setja allt á sinn stað aftur og getur svolítið maus að finna út hvað það var hvar. En svona síðan þá er ég búin að fara yfir það sem að er á prjónunum. Þá komum við að því sem að á að fara á prjónana. Og það er fyrst hérna bara svona vanillusokkar, semst ekkert með neinu munstri en eitt hérna úr Stepp, sjálfmunstrandi ákallinn. Hann alveg elskar það eins og ég að vera í og svona sokkum og það var 2,25 mm hæja, notaði það. Ég er í rosa hugleiðingu með að kaupa með svona sett af annarkvort Chiago Twisted Red Lace eða hæja sjarp. Ég er búin að fá burðardýr undir það svo ég geti sparað með póstflutningsgjöld. Hattsvinkona er að fara til Ameríku og búin að bjóðast þess að taka fyrir mig ef ég panta og senda þangað sem hún verður. Ég er svona að reyna að gera upp fyrir mig. Mér finnst hérna, mér langar rosalega í Chiago þegar ég fór að lesa svona gagnrýni þessi sett og þá einhvern veginn hentar, samkvæmt því, hentar þetta Twisted Red Lace Chiago betur fyrir mig heldur en hæja og mér finnst eiginlega sko snúran á Chiago prjónunum skemmtilegri. Þannig að ég er svona, já, smá pælingar með það hérna. Sem að koma þessum sokkum bara akkurat ekkert við. En hérna, já, svona það. Síðan, ég veit, margir sá, ég setti mynd á Instagram á föstudaginn þar sem að ég var með fullt af bókum og garni og var að reyna að setja saman eitthvað. Það er svo margt sem ég langar að gera. Og það var svo æðislegt að byrja bara á því að setja í hérna, taka þetta til og hafa þetta klárt. Og þá, þú veist, þá er ég ekki eins svona sjúklega spennt yfir því að byrja. Þú veist, ég veit, þetta er hérna tilbúið ef að, þú veist, þegar andinn grípir mig í það. En auðvitað langar mann alltaf að vera ekki alveg með, þú veist, eins og daginn, 14 eða 16 verk í gangi að ég tel teppin með líka. Það er ekkert búið gálegt. Þannig að ég ætla að reyna að hemja mig með allavega að fylla upp á fleiri peysum í bili. Ég verða að klára annarkvort gráu kala peysuna eða þessa sem ég er með núna. Þú veist, ég verða ekkert og ég segi þetta. Ég verði örugglega búin að fylla upp á eitthvað af þessu næst ef við hittumst, en þú veist. Ég ætla að byrja á hérna á þessari peysu sem er í alltof litlum poka eins og er, en bara svona ég var að taka þetta til og vil hafa þetta á sínu stað. Og ég ætla að nota hérna
Ég er með dökkgráan og ljósgráan í hérna töskunni. Ég hugsa að ég geri frekar ljósgráan af því á dökkgrá peysu. En þú veist, þetta er eitthvað sem ég get svona verið að pæla í þangað til að ég byrja. Og ég ætla að finna frekar hérna uppskriftina í bókinni. Þetta er semst í nýjustu bókin hjá Veru Vallumaki og hérna Hóhi Locatelli, Interpretations Volume 5. Og þetta er framalega. Ég semst var bara með allar hérna dokkurnar á gatni sem ég langaði að nota í peysu. Tók allar bækurnar sem ég langaði að finna eitthvað úr og settst niður og fann út hvaða gat bara hendaði best hverju uppskrift. Og þetta er semst peysan. Þetta er bara svona jakkapeysa, opin, en með við teikninguna þá var hún alveg að, já, það var svolítið erfitt að sýna þess að þá er alveg hægt að hún fer alveg yfir brjóstið sko, þó hún sé svona opin og ekki með tölum. Þá er alveg svona hægt að, þú veist, maður getur sett þá bara pinna í eða eitthvað svolítið, svona sjala pinna eða eitthvað til þess að loka þessu. Þannig að við erum búin að sýna þetta og getur tekið bókina úr. Ég þorði ekki að gera þetta öðruvísi en að vera með akkurat rétta bók við verkefnið. Það var nú kannski bara gáðilegt að skrifa á uppskriftina úr hvaða bók þetta er. Gera það bara hérna, Interp 5. Ef ég þarf að skoða eitthvað betur. Þetta er semst fyrsta. Mér líður eins og ég hafi bara dottið á hausinn og rota mig, sko. Síðan er það hérna úr Einrúm bókinni. Auðvitað er hún alltaf skrifuð fyrir það garn, en hérna, það er bara ekkert mál að nota annað. Og þetta er bara ótrúlega plain peysa, það er hægt að hafa hana á réttunni og röngunni. Hún er bara þannig frágengin. Þetta verður svona challenge að vanda sig við það að hún líti jafnvel út á röngun og réttunni. Og bara lesa hérna af hverju, allt svona formáli fyrir hverja uppskrift. Þessi peysa semst heitir KBG11 og er Kristín Brynja hönnuðurinn. Og hún segir hérna, þetta er peysan sem stelpurnar mínar keppast að hnupla. Peysuna prjóna ég upphaflega á manni minn, en hann hefur minnst fengið að njóta hennar upp á síkastið. Stelpurnar eiga það til að nota peysuna á röngunni. Þær veita því hreinlega ekki athygli hvernig peysan snýr, en flýta sér að verða fyrstar til að ná henni. Peysan sem hlýtur nafni KBG11 er því hönnuð með það fyrir augum að hægt er að snúa henni hvort sem er á réttu eða röngunni. Þar sem minnstur liggur í hliðum undir ermum og í laskár tökum myndarauf frá réttu en eru uppleiftar frá röngu. Þannig að, og það gatt sem að færa að leika sér við þessa uppskrift er hérna Bellissima frá Scholler og Ståhl. Þetta er 26% ull, 13% móher, 8% akríl og 5% polyamid og 48% polyester. Og ég ákvað að hafa svona ekki flókið munstur af því að gatnið er svo skemmtilegt. Lefa því bara að njóta sín. Þetta lúlar hérna í rauðu pelikonunum. Þetta veit ekki, þessa bók. Einrúm. Merkja þetta jafnáðum hérna. Hefja ykkur aðeins. Svo er náttúrulega eftir að finna, þú veist, ég var ekki ákvað að fara ekki í það að fara að leita prjónum fyrir þetta allt, af því ég veit það, ég á ekki prjóna í öll þessu verkefni sem er ágætt. Hvað er hérna? Það er yfir hérna peysunar eins og ég get fyrst. Hvað hér? Já, ekki þetta. Síðan er það Ego strikk
Lene Holme Samsø. Þessi hérna bók. Og þetta svona bara gróf, einlit peysa. Rosalega sæt. Það mér finnst það. Og hún gefin upp á prjóna 5-7 og garnið sem gefið upp Sandnes Garn Mig MYK, en ég ætla að nota Meribel Skoller og stól og það 50% ull, 40% akríl og 10% alpakka. Litur 0015 og bæði þetta og garnið í peysuna undan hefur verið til niður í gallerísnotur og núna 50% afslætti og það stóðst ekki mátið. Svo sem var bara, þegar ég var að vinna og sá þetta garn á sinn tíma þá var ég bara ekki í þessu peysu kikki. Ég glemdi að segja ykkur að þetta sem sagt litur 0002 beige. Þessi hérna í peysuna, nei, já, í peysuna undan. Þannig að, já, þessi verður örugglega fljótgerð. Stóri prjónar og gróft garn og einföld uppskrift. Hvað vill prjónakona meira svona þegar sumarið á næsta leiti og hérna. Og meira svona lífur kringum hann, þannig að maður þarf að hafa svona einfaldari verkefni með líka. Síðan það Feel Free by Drops Design og þetta bara svona líka einföld peysa svona í yfirstærð eða svona, já, hún lítur út fyrir að vera það og ég ætla að nota alpakka Boucle frá Drops í það. Það hérna og þetta prjóna alveg á prjóna númer 5 og 4,5. Þannig að hún verður svolítið svona gisin en þú veist, garnið náttúrulega þannig að það eru þessar bólur í því þannig að hérna og ég hef séð að mamma hefur prjónað teppús og það fluffast rosalega upp þegar það þvegið. Þannig að mér langaði að prófa þetta og ég ákvað að hafa uppskriftina frekar einfalda því að það ekki auðvelt að rekja þetta garnið. Og þessi uppskrift náttúrulega frí. Ásækki byrja geispið. Hún frí inn á garnstudio.com eins og allar uppskriftina þar. Feel Free heitir hún. Eins og hún í stóru. Þessi póki náttúrulega fer undir þá peysu sem fer næst að prjóna. Og svo ég segi bara til. Og hérna Meribel peysan í þessari geðveiku tösku eftir Halldór systur mína sem mikil bútasaums kona. Nú síðasta peysan, hvað er komið? 1, 2, 3, 4, já, 5. peysan. Hún líka hluti af hérna því sem datt í pokan. Ég ætla að sýna ykkur að snöggast. Ég ætla að gera The Weekender eftir Andrew Maury of 3reneknits.com. Andrew Maury og svo sem hefur verið að gera svo mikið feit, stöffið, allt saman. Og ég fór í svona hérna, ég setti rennulás í gamla lopapeysu fyrir systur Hafdísar vinkonu sem býr út í Bandaríkjunum og ég fékk beiðni að gera þetta áður en hún í heimsókn hérna á landinu og ég fékk beiðni að gera þetta áður en hún kom og ég bara, getum við haft vöruskipti í staðan fyrir að hún borgi mig fyrir þetta. Ég kaupi ekki vatn á Íslandi, þetta er flaska sem ég keypti út á flugvellinum á Spáni og svo þægilt að drekka úr henni, ja. Og hún var alveg til það. Þannig ég fór inn á Knitpicks síðuna
sem sendir ekki til Ísland, sem alveg ótrúlegt af því að þú veist, það ódýrgarni þarna og bara, já, ég var alveg til í að þeir sendu til Íslands. Bæði var ég með hérna quality strípið eftir hérna Hildýr, elska þetta sjálf. Já, og þannig að ég pantaði mér 10 dokkur af Wool of the Andes, Superwash frá Knitpicks, Blossom Heather heitir liturinn. Og þetta sérst bara 100% Superwash ull, 110 jardar í 50 grammánum, sérst rúmur 100 metrar. Og þetta prjónað á stærð 6 til 9 í amerískum stærðum sem eitthvað aðeins öðruvísi í hérna, ég man ekki hvernig umreiknunin ég ekki með neitt til þess að grípa í það. Þannig að The Weekender verður gerður úr þessu. Og það á engan poka ennþá af því ég á ekki fleiri svona stóra poka og bara í plastpokana sem það kom að utan. Síðan ætla ég að fitja upp á einu sjali með garni sem ég keypti daginn í handprjón og fyrir valinu var Hippin Happen sjól. Uppskrift eftir Annie B. Hansen design. Þetta myndin á forsíðunni. Ég held hún sé seld núna. Ég fekk hana fría. Það oftar hönnur með svona frítt fyrstu 24 tímana eða eitthvað svona. Þetta bara rosalega svona einfalt sjal sem að leyfir garninu að njóta sín og það notaðir 3 litir. Já, 3 litir í þetta og ég ákvað að nota þessa 3 sem ég keypti daginn í handprjón. Þetta var á útsölu núna og ég fór í handprjón daginn og ég sá að það kom meiri. Já, það var allavega sami afsláttur. Ég held að sé að hætta með þetta. Og þetta svona singulsgarn, það semst bara eins þráðar og svona ekki mikill snúningur í því. Abuelita yarns, the finest Uruguayan hand-dyed yarns. Og já, þetta bara 100% merinöll, single slim. Og ég ætla að nota þetta í sjalið. Þannig að þetta fer bráðum að vindast upp. Á ég að segja, ég ætla náttúrulega að reyna að klára Stephen West sjalið fyrst, sko. En þú veist, við vitum alveg að það ekkert víst að það gangi upp. Úps. En þetta var sem sagt hérna. Ég man ekki hvað var að þessum, en það ekkert fleiri úr þessu efni. Úr búllunni minni. Síðan finnst mér rosalega gott að þegar maður þarf ekki beinlínis kannski alveg sjal. Það finnst mér rosalega gott að vera með svona kraga sem með sjalforminu hérna fláuna niður til þess að hylja hérna bringuna af því að oft mér bara kalt þar, ekki endilega alveg. Þannig ég búin að vera að bíða svona eftir henni fullkomnu uppskrift, bíða eftir einhver annar gerina heldur en að ég fara að finna pjólið. Og það komum 2 svona uppskriftir inn á Ravelry sama dag. Og ég náttúrulega bara keypti það báðar. As you do. Afsakið ég svo mikið að veisast í verðina með það að flagna hérna skinnið á henni. Þetta semst Westinghouse by Katie Hates Carroll. Og það svona Westinghouse. Þetta endur svona frekar í stærri kantinum, þannig að þetta með ná alveg henni út á herðarnar en aðeins að vera með þyktin á því að vefja utan um sig sjalið. Og þetta gefur upp fyrir svona,
DK grófleika sem til dæmis eins og þetta King Cole Superwash ullagatt sem eða var allavega til í rúmfá. Það eru 112 metrar í 50 grammunum. Ég ætla að nota það og svo á ég þetta úr búð sem var einu svona, ég held þetta sé úr henni, sem var til henni einu svona á Skaganum. Garnbúðin. Það var í fyrsta skipti svona sem ég sá garn á hespum. Og ég ætla að nota þetta saman. Það verður ekki rosalega svona mikill munur eins og hjá henni. Ég ætla að nota þetta sprengta. Þar sem hún með þetta dökka og einleitt í þetta gula. Sérst þennan hérna í hennan gula. Og hann bara grænn litur 2137. Þannig ég hlakka til að skelli þetta. Eins og þetta verður ná ekkert lengi gert. Sko, ef maður ekki með neitt annað á prjónunum. Jú, nei, mér bara alveg að hætta að lítast á þetta. Nei, djók. Síðan það Bombini eftir hana Kate Jones í Baker Bears sem ég held rosalega upp á. Hún mjög svona, gerir rosalega svona snirtilegar og fallegar uppskriftir einhvern veginn. Og þetta Bombini. Eftir Kate Jones í Bakery Bears. Ég held að það sé KF Jones í hérna á Ravelli. Eða Brian í Bear eða eitthvað svoleiðis. Já, Bombini og þetta hún gerir þetta sérst, uppskriftin gerð fyrir svona sokkabandsgrófleika eða fingering. En svo hérna í restina líka gert fyrir mun grófara garn, sérst svona rúmlega DK grófleikan. Þannig að þá náttúrulega ger ég bara báðar útgáfnar, þú veist, come on. Og í fingering útgáfuna þannig notar hún meðal annars Fabel. Reyndar báðir einlitir sem hún notar en ég ætla að vera með svona sprengdan og einlitan. Og þetta bara bleikur, þessi einliti, ég veit ekkert númerið á honum eða neitt af því að það bara ekki á því. En þetta sérst á að duga sitt hver 50 gramma. Dokkan í það. Og í grófara ætla ég að nota hérna trísilgarn. Bara svona ljósgrán og hærisvartan. Hærisvarti 127 og ljósgrái 205. Þannig að þetta verður eitthvað. Og þá ég bara búið með það sem að á döfinni, þú veist, svo þegar maður fyrir að veisast í þessu og horfa á þetta, hvað að manneskja? Það ekkert að mér. Það engin lögga hérna. Ég auglýsti eftir prjónalöggun á Instagram en hún lét ekkert sjá sig þannig að ég bara held ótröð áfram. Og í pokan ég var búin að sýna ykkur hérna Knit Picks garnið en það kom líka með hérna Big Book of Knitted Mittens í sömu sendingu eftir Jorid Lindviks. 45 ólík skandinavisk munstur. Og ég keypti þetta sérst á Knit Picks síðunni og mig langar að prjóna mig sérst í gegnum hana með kamgarninu og eiga þetta í jólagjafirnar. Þú veist, ég er búin að tala það síðan frá áramótum að ég ætla að fara að byrja að prjóna jólagjafirnar og það er 1. maí á morgun og ég ekki ennþá byrjuð en ég var náttúrulega bara að fá bókina í hendurnar. Excuses. Og það er bara, þú veist, fullt af fallegu, það er alls konar hérna dýramunstur og það er svo erfitt að sýna ykkur inn í hana því að þá gef ég svo mikið uppskriftum að þetta nú selt. Þannig að hérna, já, ég hlakka til að fara í gegnum þetta prógram. Þannig að, já, þá bara
komið allt sem að í vinnslu hjá dömunni og á leiðin á prjónuna og já, ég sýni ykkur svo þessi sem að eru á döfin hjá mér. Ég ætla ekki að sýna ykkur þau svona eitt aftur fyrir en að ég byrjuð í alvöru á þeim og komin eitthvað í gang með þau. Þannig að þið bara sjáið og ég meina, hver veit, kannski eru búin að fitja upp á þessu öllu í þessar viku en ég veit bara ég á ekki prjón í það, eða þú veist ekki réttu prjónna í það, þeir eru busy í öðrum verkefnum og ég alveg búin að sjá það að það bara skiptir sköpum að vera með réttu prjóna, eða sérst eins og með þessa með þetta raumagat sem svona svolítið gróft og loðið saman, að það festist svolítið við tréprjónuna, þannig að ég þurfti að setja þá á sleipari prjóna og notaði þá hæja sjarpið í það og því þeir eru mjög sleipir og hentaði bara miklu betur og var nefnilega svo ljótt efnið, sérstaklega í styttu umferðunum þar sem ég þurfti að prjóna brugðið tilbaka. Ég náði ekki venjulega ég alveg með sömu prjónafestu á sléttu og sléttu prjónu og brugnum prjónu, en ég náði ekki með tréprjónum, en það miklu betra núna með hæja sjarp prjónunum. Þannig að ég bara, þú veist, veit að það skiptir máli upp á maður klári verkefni eða mann með eitthvað áfram með það. Nú, það svo sem ekkert mikið að frétta úr töskuheimilinu. Ég á vona á slattavefni sem að verður þá síðasta lotan fyrir sumarið. Nú ég sá að það verður gaddganga í haust á svipuðum tíma í fyrra, þannig að ég á eftir að bara hafa samband aftur hvort ég megi vera með í því. Ég náttúrulega klúðraði í fyrra, ég kaus það að bara lenda í veikindum og aðgerð og svona. Kaus það ekki neitt, en það var samt svolítið, þú veist, hann að lyfjapeysa mín, hún nú þannig uppi sem ég pantaði svolítið dýrt gatn í peysuna í einu lyfjamókinu. Þetta var svolítið dýrt, dýrt gaman, en það hefði sjálfsagt alveg eitt jafn miklu og ef ekki meiru ef ég hefði farið komast í gattgönguna. Þannig ég ætla bara að sjá hvað ég geri. Svo var ég búin að panta þú veist, efni í poka, nema þetta teygjuefni sem sagt. Star Wars. Ég ætla samt að gera tilraun, sjá hvernig kemur að gera bara poka með svona sem að dreigja svona saman. Þá ég samt með stífar efni inn í, svona ljóst. Myndi ekki setja, ég myndi sennilega setja flísilínu á þetta til þess að fá smá svona, þannig að standa svolítið sjálft. Og ég ætla að gera tilraun með það að nota þetta efni, en ég ætla ekki að fara í það fyrir en að allt þetta efnið komið að því að þú veist, þetta herbergi fer á hvolf ef ég byrja og þá vil ég bara gera þetta allt í einu. Ég nenni ekki að hafa það á hvolfi í smá tíma og þurfa svo að ganga fyrir öllu og svo kemur næsti efnisskammtur daginn eftir og þannig ég svona að reyna að hingra bara eftir því. Fyrirgeðu það í gatnagöl, ég er bara búin að vera í kaffinu og vatninu í morgun. En já, þannig að það eitthvað töskum ennþá inn á verkefna töskur Helgu síðunni á Facebook en ekkert nýtt. Þannig að já, þeir sem fylgist með mig þar, þeir náttúrulega sjáu þegar ég kem með eitthvað nýtt þar inn og svo náttúrulega tala ég alltaf eitthvað aðeins það hér. Nú, ég heyrði það í síðustu viku, mér varst hljóðið ekki eins gott eins og í þættinum á undan, en ég að reyna að vera meðvituð að hafa alla hljóðstyrki í botni þegar ég að flytja þetta á milli tækja og reyna að tala skýrt. Ég kannski talaði svolítið lágt í síðasta þætti af því að
kona sem býr hérna fyrir ofan, hún sefur sérst í því herbyggi og hún kannski ekki til í að vakna við eitthvað blaður klukkan 7 á morgnana, sko, af því þá byrja ég að taka upp mjög snemma. En ég vona að þessi upptaka verði í lagi og ég vona að birtan sé í lagi. Þetta náttúrulega, það alltaf líka trikki að vera með góða birtu upp á að, þú veist, að galllitirnir sjást réttir og stundu þýðir það að ég þú veist, upplýst og alveg eins og liði lík hérna og allavega til þess að, þú veist, það alltaf leið. Ég vil frekar að gallnið njóti sín. Nú, ég svo sem bara búin að vera að ná áttum eftir hérna Spánarferðina. Ég ennþá í rannsóknum og svoleiðis dúsi eftir síðustu læknaheimsókn sem að bara fylgir þegar maður með svona ólæknandi vesen eitthvað. Þá þarf að skoða ýmislegt og líka ef það kemur eitthvað nýtt upp, hvort það sé hangi á sömu spýtunni eða eitthvað nýtt og sem að virðist vera í mínu tilfelli eitthvað nýtt. Eitthvað svona, já, kemur í ljós vonandi síðar. Það ekkert slæmt eða neitt svoleiðis og ef þetta það sem að taugalæknirinn heldur þá alveg hægt að fiffa það með lyfjum. Nú, svo ég í smá tilraunastarfsemi af því að það sem að hrjáir mig eftir eitt MS-kasti að ég fekk þarmalömun í hluta af þörmunum sem að því að það kerfi mjög erfitt viðureignar og maður alltaf að reyna að leita leiða til þess að láta sér líða betur og láta líkamann vinna betur úr því sem maður tekur. Og ég, út á Spáni þá borðaði ég í þessa 6 daga, þá borðaði ég ekkert kjöt en rosalega mikið af grænmeti og ávöxtum og vatni og smá bjór. Og sérst grófu eða svona kollbrauði og svona, þannig að það var ekki mikið hveiti og ekkert kjöt. Við borðum mikið af laxi, reyktum og ferskum og mér leiði svo ótrúlega vel í maganum að ég búin að halda þessu áfram eftir ég kom heim. Ég með einu mjólkurvöruna sem ég fæ mér smjör og það ekkert á hverjum degi en það einu mjólkurvörunar og ég hef ekkert kjöt fengið mér og ég ennþá, þú veist, og bara bólgur almennt, hvort sem það mjólkurvörunar eða kjöt eða hvoru tveggja. Ég ekki nærði eins svona verkjuð eins og ég hef verið. Þannig að það eitthvað og ég sakna kjötsins ekkert en þetta svona aðeins pínu svona meira trikki með mjólkurvörunar en þú veist það svo mikið öðrum valkostum í boði. Þannig að ég hef bara verið að nota svona, hefum gert pítsun okkar og svo leiðist að ég bara nota svona veganost og það bara fínt. Þannig að já, ég ætla bara að halda þessu svolítið áfram og reyna að borða bara eins hreint og ég get, vera í svolítið góðum málum fyrir sumarið af því að eins og út á Möltu þegar við fyrir þangað þá langar okkur að ferðast mikið á fæti og hjóli og maður þarf að vera í ágætt standi fyrir það og að hafa magan í lagi og svoleiðis. Þannig að þetta það svona sem ég búin að vera að fókusa á sem ég kom heim og ég finn það, sko, ég svo náttúrulega ég labbaði rosalega mikið út á Spáni. Það var æðislegt, ég var ekkert þreytt og ekki neitt. Svo ég búin að fara 2 svona langa labbtúra hérna heima og ég var alveg að repast. Þannig að ég hengi það náttúrulega bara á veðurfarið. Að þessi kuldi, hann vinnur ekkert voða vel með mér en ég get hjólað alveg fram í rauðan dauðan. Þannig að það fínt, það þú allavega eitthvað. Já, svo ég bara, keyri ég alltaf hrafninn minn í leikskólan og nú mamman byrjuð að hreyfa sig aðeins, þannig að ég fæ með litla dúskinan Hilmi í hádeginu nokkur sinnum í viku sem yndislegt og já, bara allt gengur sinn vanagang. Maður geta að fara eitthvað
fara eitthvað meira í það. Já, ég bara held að þetta sé komið hjá okkur í bili. Ég er farin að bíða náttúrulega eftir þætti frá Guðlaug, nýjum þráðaþætti, langs að sjá nýju vettlingarna hennar, þessi ræði. Ég var ekki búin að fatta þetta geometriska fyrir en að hún fór að vera með sitt vídeoblogg og sýna þetta. Og þetta er alveg svaðalega skemmtilegt í prjóni og ótrúlega gaman að sjá að hún er byrjuð að fikta við þetta sjálf. Þannig ég laka til. Og svo náttúrulega Barbara Nittsson Linda, en hennar podcast er á ensku og en samt bara svo gaman að þú veist að það er svona smá uppgangur í þessu hjá okkur. Þannig að það er bara skemmtilegt og mér finnst þetta, eins og ég segi, alltaf gaman og gefandi að koma og spjalla og heyra svo frá ykkur í hvað sem það er undir vídeóunum eða í gegnum skilaboð á like-síðunni eða á Instagram eða hvað og þið kveikið í mér vitleysunni líka þar, sko. Ég hef heyrt að ég sé að þú veist, fá fólk til þess að gera alls konar hluti sem að, já, bara, þú veist, þetta er málið, við höfum áhrif á hver aðra og ég sá að það var ein sem að ég fylgist með á Instagram og hún fylgist með mér. Ég sá hún var á Spáni á svipuðum tíma og ég og hún var að gera svona lága sokka og það er eitthvað sem ég átti að prjóna á mig, svona bara, þú veist, svona eins og maður notar í íþróttaskóna, það lága sko þegar ég hætti bara náðu fyrir hælinn og það var einhver að gefa út svona uppskriftapakka með lágum sokkum. Ég man ekki hvort það var Shona Stitches á YouTube sem var að segja frá því, ég man það ekki, en það voru svona fjögur svoleiðis munstur eða sokkaöskustir í pakka og ég ætla að fara að kíkja það. Það er ekki meira að prjóna hana, en það má alveg skoða og það má alveg fytja upp á, það má alveg gera þetta allt, það bara, þú veist, maður er svo bilaður, en eins og ég segi, nú er ég miklu rólegri yfir öllu þessu sem maður langar til að byrja á því að það er bara allt komið í poka og ready. Þannig að við sjáum bara hvað verður, hvort það verður geðveik uppfytunarvika eða bara gleðileg handavinnuvika eða bæði. Þannig að ég óska ykkur bara góðrar og gleðilegra handavinnuviku og við sjáumst örugglega að vikuleiðinni. Takk fyrir og bless bless.